Hjami.net heilsar þennan föstudaginn, Kili, það risaleikur, Frakkland Noregur. Geggjaður leikur, líka bara Noregur mæta gjössalega pressulausir inn í þennan leik. Þú veist, með sín gæði í Holland, Ødegaard, Østnes, fullt af góðum gæðum hana. Það gæti orðið svolítið skemmtilegt við þennan leik. Þeir gæti bara mætt þeim og bara sagt í íslensku orð, fuck it. Já, það á góðri íslensku. En líka í alvörunni málið elga það bara drullum mikið meðbyr með Noregi. Já. Og við vitum að hvernig það á stórmótum og í svona keppni að þú ferð langt á meðbyrni. 100%. En maður velti fyrir sér út að Norðmenn búin að vera góðið fram á við og miðjan búin að vera fín en þeir eru leka mörkum. Já. Þú veist, Þetta er bara verður ekki fullt af mörkum í þessu leik? Jú, það verður mörk en svo öryggast að dæmi að þetta eru bara frakkar, þeir vinna bara. Þú veist, þetta alltaf, í grunninn þetta úrslitaleikurinn upp okkur lendir í efsæti, frá í jafntefli Þú veist, þeir vinna þetta bara 1-6-6 fyrst með frábæð stuðull á frakkana sko. En bæðili skora, hvar erum við þar? Það lágt sennilega 1-7 Já Af hverju ekki? Jú, er ekki Frakkland öruggara bett eða? Það lægri stuðull Það lægri stuðull 1-70 Erling Haaland ekki alltaf Ég ætla að leiða fyrir ráða svo Já, ég ætla að fá að vera frekur einu sinni í þessu dætti Bæðili skora Takk Þetta verður eitthvað 3-1 veistla Já, ég meina Það gæti alveg Uppi Makano og fleiri gæti alveg Við höfum séð lægri stuðla á Já En þá það bara næsti leikur Senegal-Írak Bolli, þú verður svolítið með augun á þessum leik fyrir okkur Já, ég fekk það verkefni að taka þannig leik En þetta þetta bæðiliðin með 0 stig Við erum alltaf að tala þetta þriðasæti og hvað þarf til að komast áfram Gefum okkur það bæðilið þurfa að sækja sigur í þessum leik Þeir Senegal ekki all-in það er vonda fréttur úr herbúum Senegal þeir fá ekki senegalska mat og kokkurinn farin og það allir í fílu og það óeining Ég myndi halda samt að, þú veist, þeir eru á HM og þeir mæta Írak, þeir koma ekki bara í fuck it mót. Jú. Förum ég þóra ekki -1 eða -2. Nei, -1,5 eða 2 hefur ekki bara farið -1. Jú, hvað fáið það? Það bara fýtt stuðl. Það svolítið lítið. Það helviti lítið. Frekar bara hafa bara streitun. En hvað, af hverju ekki -1,5? Jú, förum -1,5. Írak get ekkert. Ég get ekki neitt. Nei, get ekkert. Saddam Hussein og hans menn, sko. Já. Við erum -1,5 á Senegalina. Ég bara hrættur að taka afrísku liðinu oft vinna en vinna á bara 1-0 eða 2-1 eða eitthvað sko. Já. Það þetta ekki Mane sjó. Það líklegt. Það er líklegt og Ismail Sarr svona með honum. Já, á kantinum. Góður á móti Noregi. Þá þetta alltaf áfram þetta. Þessi menn detti í gírinn. En þá háriðillinn Bolli. Það þetta svona skemmtikraftarnir á mótinu og svona lið sem sleið gegn grænhöfðajar á móti sátunum. Þú veist, ef þú með haglabyssun upp í hausinn á mér ég gæti ekki þannig sem sagt þér mikið hvort liði vinnur þennan leik sko. Þetta er bara flip og coin en þú veist, já, ég bara verður þetta öndersleikur. En hvað viljum við sjá þarna, Kili? Hvað viljum við sjá? Já, Við viljum sjá mörk því að mér finnst líkur á þessu leikur hann að leita í það að Kapi Verdi muni svolítið bara verjast og taka íslensku leiðin á þetta að fara áfram á 3 stigum en svo reyndar endum við á að vinna Austurríkismenn Ég væri til í að sleppa þessu leik Já, ég er sammála því Maður veit ekkert þetta og ég þekki bara að fá leikmenn og fleira sko til að meta þetta einhvern veginn Það er góð tilfinning að sleppa þessu En þá erum við að fara að taka hinleikin í riðlinum Spátn Úrugvæ Það er takk Eitt bestu stuðlinn í mótinu myndi ég segja Á Úrugvæ Nei, Spán Þeir vinna á 100% ég lofa ykkur í sko Þeir eru komnir í gang og þeir munu vinna þetta þægilega Þetta verður svona 3-0, 4-0 Mestalagi skor Úrugvæ 1 -1 er veisla Þetta er algjör dauða færi fyrir Sáti og Kapi Verdi -1 er bara hátíð á þetta sko Þeir vinna þetta alltaf -1,5 -1 bara Þau erum bara -1 Við erum bara þægilega No Spán verður náttúrulega glæsilegir í síðasta leik Ég horfði á hann á Spáni og spænsku bar og fekk spænska liðið allt með mér þannig á barnum í söng og trall sko. Þessi fyrsti leikur gaf okkur enga mynda hvað eru góður Nei, við erum oft séð svona þú veist saman bara svo Argentínu misti þessi mútið Sáti 22 og þetta er ekkit einstæmi og þeir voru nú sallarólegir sjálfur en við förum í geriðilinn Egyptaland Íran Kili þetta er svona leikur á þínu skapi Já, þetta er undir Já, þetta er undir leikur Já, 100% Skal lofa ykkur í Það er örugglega lág gólína Undir 2-5 Fyrir mig það Erum við að fara í það? Já, bara bæta 1-4-6 við Ég nenni ekki undir 2 Svo kemur 1 mark frekar fljótlega Já
Og þetta, erum við að sjá bara eitthvað í jafnteflina, 1-1, 0-0. Já, 1-0 jafnvel Egyptaland, til dæmis, þetta eitthvað hannig. Já. En þá förum við í Nýja-Sjáland Belgía, Bolli. Belgarnir, þeir hljóta að vinna þennan leik. Já, og þurfa að vinna þennan leik. Og þeir gera það, þægilega. Skulda sigur. Já, líka bara press, það komið press á þá bara. Þurfa þeir ekki líka að setja í smá fokketmót, bara fara að njóta þess að spila þann og skora ykkur mörk og hafa gaman að þessu. 100%. Skýta lið, Nýja-Sjáland og belgarnir, það svo fyndi með belgana alltaf. Þú ert með öll þessu nöfn en svo svona svo segur stíplaðan. Já, þeir náðu svona einu snið, þeir náðu þriðasettinu, þá voru menn sátti með það, þeir gátt alveg verið ánægð með það sko. En þeir eru orðnir gamlir sem er hana. Algjörlega, en tökum -1-5 eða -2, ekki? Jó, en Lukaku frá að fá að byrja leik? Ef Lukaku byrja leik, þá skorar hann. Já. Sjálfsögum. Hvað fáum við bara stöður? Ég myndi samt eiginlega vil ekki þóra þess fyrir að ég sé byrjunarleik. Epic Sub eitthvað? Já, Epic Sub þannig. Það getur verið skemmtilegt. Tökum það. 1-6-5. Já, hann skorar í þessum leik. Þessir nýsjálfsku varnamenn ekki breyki hann. Nei, þeir hafa bara ekki séð svona. Þeir hafa ekki séð svona dæmi, Tökum hann. Ég er sammálað. Ég peppi þetta. Ég var confident með hann að seðil, Já, við sjáum hann að seðil bara. Þetta Noregur, Frakkland, bæli skora þar. Senegal -1,5. Spánn -1. Undir 2,5 mörk í Egyptaland Íran og síðan Romelu Lukaku Epic Sub mismundi bett, það gaman við erum bara með handikapan og sama en svo þetta allt bara mismundi bett. Ég að segja það, þetta 13,38 þetta faglegt og ég er mjög hrifin af þessu. Og síðan eitthvað skemmtilegt kommentu bollan, eitthvað fallegt á bollan, Peppimanns bollan fyrir helgina. Ég ætla að veluna fallegasta kommentið á bollan fyrir helgina. Ég vil fá hann stóran inn í helgina. Ég er að fara á ættamót vestur og ég þarf þetta. Hljóma spennandi. Takk fyrir okkur.